Það mjög gagnlegt í stærðfræðinni að skoða deilanleika talna og hérna erum við með tölunar 120, 126 og 128 og skoðum hvort til dæmis að það sé deilanlega með 2 fyrst og þá bara reglan svo að ef að síðasta talan er slétt hér þá hún deilanleg með 2 og þá sjáum við að 120 þá deilanleg með 2 og 126 hér líka slétt tala og 128 er slétt tala, þannig að hún deilanleg með 2. Þá skoðum við hér töluna 3 og reglan með það er að við leggjum saman tölurnar. Hér 1 plus 2 eru 3 og plus 0 er þá 3 og við sjáum það að 3 er deilanleg með 3 og þannig að það gengur saman 3 sem 1 er 3 og sama hér í næstu 126 1 plus 2 eru 3 og 3 plus 6 eru 9 og 9 er deilanleg með 3 3 sem 3 eru 9 og síðan horfum við á 128 1 plus 2 eru 3 og 3 plus 8 eru 11, þannig að 11 er ekki deilanleg með 3, þannig að 3 gengur ekki upp í 11, þannig að það gengur ekki saman. Þannig að síðan að lokum horfum við hér á töluna 4 og þá eru reglurnar við horfum á síðustu 2 tölurnar, eins og hér 2 og 0 gengur 4 upp í 20, já 4 gengur 5 sinnum upp í 20, svo næst hér þá 2 og 6 og við sjáum að ef við deilum skiptum 26 í 4 hluta þá fáum við ekki út heila tölu, þannig að 126 er þar alveg ekki deilanleg með 4 og síðan tekum við 128, notum þá 2 síðustu tölurnar, 2 og 8 gengur 4 upp í 28, já 4 gengur upp í 28, 7 sinnum 4 28, þannig að það gengur saman. Þannig að þetta þegar að aðeins lengra líka komið í stærðfræðinni, getur þetta verið afar nytsamlegt að átta sig á deilanleika talna.